Já, komið þið sæl og velkomin í þáttinn Ísland Today. Þetta nýr þáttur sem þetta nýr þáttur og þetta svona tilraun. Gestur minn í dag Björn Blöndal sem í framboði til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 2014 fyrir bjarta framtíð. Og við ætlum að fara aðeins yfir stóru málin. Hver Björn? Fyrir hvað stendur hann? Hvað ætlar hann að gera, hvað ætlar hann ekki að gera? Vertu velkominn. Takk fyrir það. Nú ert þú að fara í framboð. Þú ert að fara í framboð núna. Af hverju? Eða þú veist, það ekki bara, byrjum á því, af hverju? Hvað Af hverju? Já, það svo sem ekkert flókið, það af því að mér langaði til þess. Ég hafði áhuga á því. Ég búinn að vera að vinna í borgarmálunum í næstu 4 ár. Já. Og mér hefur fundist það skemmtilegt. Og mér langaði til að halda því áfram. Já, nú þetta allt gott og blessað, en fyrir hvað þú veist, hvað málið, eða þú veist, nú það mál málana, þessi Evrópuumræða sem nú brennur á fólki. Á Reykjavík að gangi í Evrópusambandið? Reykjavík getur náttúrulega ekki gengið í Evrópusambandið. Reykjavík borg. Já, en af hverju getur það ekki? Af því að Evrópusambandið sem sagt, það ríkjasamband, en þannig að borgir geta ekki sótt, einstakar borgir geta ekki sótt aðild að Hvernig getur þú fullyrt að þau geti það ekki, ef hefur það ekki verið gert? Nei, sko, hvernig getur þú fullyrt að það sé ekki hægt, bara því að það hafi ekki verið gert, það er ekki hefð fyrir því? Nei, sko, það sem sagt, eins og ég var að reyna að segja við þig, Evrópusambandið ríkjasamband og Ísland til dæmis getur sótt aðild að Evrópusambandinu, en Reykjavík getur ekki sótt aðild. Já, það eru semst ekki borgir í Evrópusambandinu? Ekki sem slíkar, það að segja það eru lönd í Evrópusambandinu en þetta eru borgir í löndunum. Já, Berlín, ekki í Evrópusambandinu? Jú, sem sagt Þýskaland. Af hverju getur þá ekki Reykjavík? Þýskaland aðili að Evrópusambandinu. Berlín borg í Þýskalandi. Já, nú ertu bara með málaleikin. Nei, Berlín borg í Þýskalandi. Af hverju getur ekki bara svara spurningunni sem ég að spyrja? Af því að það ekki hægt að svara henni. Af því að hún sem sagt... Þú getur ekki svarað öllum spurningum með því að það sé ekki hægt að svara spurningunni. Nei, en þetta það bara gengur ekki. Og nú er Nei, þú verður að ná þessu, skilur Þetta snýst ekki um mig. Á Íslandi. Þetta snýst ekki um mig. Þetta snýst um kjósendur, þetta snýst um fólki í landinu sem horfa á þetta. Og þess vegna þurfum við að svara þessari spurningu. Ísland getur sótt aðild að Evrópusambandinu. Já, við erum búin að sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég held að Ísland eigi að klára aðildarviðræðurnar að Evrópusambandinu. Reykjavík getur ekki sótt aðild að Evrópusambandinu alveg saman hvort ég vil það. Við ætluðum að hafa þetta á ensku. Væri það þér á móti skapi að við tækjum viðtalið á ensku? Já, nei, ég sjálfur sér ekki. Do you think Reykjavík should join the EU? Ok. Þannig að við ætlum að taka spurningarnar aftur. Yeah, okay. Well, Reykjavík cannot apply for membership in the EU, but Iceland can do that and has already done that. Don't try to avoid the question. Berlin is a member of the EU? No, Germany is a member of the EU. Oh, so Berlin is not a member of the EU? Yes, Berlin. Well, that's great news. I actually think this will make a great headline. Brussels is not a member of the EU. That's what you're saying? Yes. Basically. Well, essentially, to the next question, what is your position on affordable housing? Well, I'm all for affordable housing, obviously. Yeah. What are you going to do? Well, we have in terms of affordable housing. Yeah, well, the current majority in City Council has actually introduced plans that... Það vantar íbúðir, sko? Já.
Og ég semst að svara spurninguna á íslensku eða? Já, þetta er svona lokal mál, já. Ég hafði hugsað mér að þetta væri ensku sem væri svona alþjóðlegra hefði aðhljóðið tilvísun sko, eins og Evrópusambandið. En lengra komumst við ekki í dag og við sjáumst að vikuliðinni aftur á skjánum. Takk fyrir að fylgja. Þetta var Ísland Today.